daginn og velkomin í Silfrið. Það nú búið að gerast margt í þessari viku. Það eiginlega má segja að Íslands þjóðfélag hafi bara beinlínis verið skekið út af aðallega málunni í kringum félagið Hauch und Aufhäuser, heitir það ekki. Ekki Hochheim með Daubhaus, heldur Hauch und Aufhäuser, og svo höfum við náttúrulega verið að var mikil umræða í kringum brottflutning HB Granda frá Akranesi, mál sem varða skýrslu sem var samin bótasvik. Það er eitt sem við komum inn á. Og svo eilífðarmálin og húsnæðismálin. Líka Brexit. Við ætlum að fjalla allt þetta í þessum þætti. Við fáum á eftir Guðmund Inga Kristinsson sem hefur verið í forsvari fyrir kjarahóp öryrkja og þekkir þessi bótamál, skerðingamál öll út og inn. Mjög skelegur málsvari síns fólks. Við fáum hingað Dag B. Eggertsson, borgarstjóri lok þáttarins, til að ræða húsnæðismálin og uppbyggingu í borginni, vandræðaástand, og svo ætlum við að tala Brexit við Árna Pál Árnason sem hættur að vera stjórnmálamaður en er núna lögfræðingur með, hann er með sérmenntun í Evrópumálum. Brexit náttúrulega við kemur líka okkur Íslendingum við. Það er ekki laust við það, en við byrjum hérna með Ögmund Jónasson, sem þó hann sé hættur á Alþingi er ekkert hættur í stjórnmálum. Hann er alltaf fundi og skrifa í gríð og erg. Theodóru S. Þorsteinsdóttur, sem er þingmaður fyrir Bjarta framtíð, Sigurður Magnús Egilsson, þaulreyndan blaðamann, gamlan ref í blaðamennsku, og Sigríður Dögg Auðunsdóttur. Byrjum á þessum málum. Þetta hefur beinlínis skekið bara trúna á íslenskt viðskiptaleg, íslenskt bankakerfi, íslenskan kapitalisma, þetta Hauch und Aufhäuser mál, blekkingarnar í kringum það. Og það er kannski eitt sem maður velti fyrir sér: af hverju er þetta alltaf koma svona seint fram? Og vissu menn þetta ekki? Sigríður Dögg, þú skrifaði nú þetta hér á sínum tíma greinaflokk. Já, fyrir dálítið mörgum árum, held ég, 12 ár síðan það birtust. En einhvern veginn, þrátt fyrir þessu umræðu, eins og þú segir, hafi stöðugt verið að koma upp, þá hefur hún ekki, eins og hún hafi ekki náð upp á yfirborðið. Það virðist sem að hafi verið svona ákveðin skipulögð herferð í því skyni að halda niðri umræðunni. Og einhvern veginn að taka hann ekki upp á borðið og viðurkenna að þarna séu atriði sem að megi skoða. Ég var svona ganni að fara í gegnum svona umræðuna í fjölmiðlum, frétti frá þessum tíma þegar greinaflokkurinn minn birtist í maí 2005. Og ég held að eftir að 2 greinar birtust á 4, þá var stjórnarandstaðan strax risin upp á afturlappirnar, heimtaði rannsókn á málinu, krafðist þess, og ekkert gerðist samt sem áður. Nei. Það fór fram svona, bara meira sér áður en síðasta grein birtist, þá voru menn á vegum ríkisstjórnarinnar, málpípur þeirra, farnir að tala að væri ekkert nýtt í þessu, og þeir notuðu þá lýsingu aftur og aftur. Væri ekkert nýtt í þessu, þetta væri ekkert merkilegt, þetta væri bara ómerkileg blaðamennska sem ætti ekki að taka mark á, og réðist á mig persónulega, réðist á blaði, réðist á vinnubröðin. Svo allt í einu urðu vinnubröðin það sem var að helsta umræðefninu í tengslum við þessar greinar. Þannig að staðreyndirnar sem að þarna voru bornar á borð urðu allt í einu hurfu einhvern veginn bara út í buskan. Já, og þetta er svolítið einhvern veginn lenskan í þessari umræðu síðan, að leið og farið að svona vekja máls að einhverju sem mætti athuga eða betur fara í svona stjórnmannalegu tilliti, eins og Vilhjálmur Bjarnason gerði þarna stuttu síðar. Þá er bara ráðist á mannin sem er að reyna að fá umræðin í gang, og í staðinn fyrir að ræða það sem að máli skiptir. Og þetta er svona svolítið það sem við íslenskt þjóðfélag hefur verið að glíma við. Það er þetta alltaf að fara í mannin en ekki boltan. En þú varst fyrir miklum bara persónum árásum á tíma þessara greina? Já, mjög miklum. Það fór Ólafur Teitur Guðnason, sem er núna aðstofamaður ferðamálaráðherra. Hann var beinlínis gerður út og hafði verið í heilt ára áður en þetta var, því hafði verið að skrifa mikið pólitík. Að skrifa vikulega pistla sem kölluðust fjölmiðla gagnrýni í Viðskiptablaðið. Það sem að ég var í mjög miklum fókus á þessum tíma. Þannig að hann er sá sem að tekur umræðina og fókusinn burt frá því sem að máli skiptir þarna, og er síðan búin að koma margoft í ljós að var algjörlega það sem að við hefðum átt að ræða á þessum tíma.
og fer að tala sko margítrekað hvað þetta hefði verið léleg blaðamennska. Og það var svo athyglisvert að í umræðu í Íslandi í dag, þarna á meðan á þessu stóðöllu, þá hann fenginn til þess að ræða vinnubrögðin við greinarnar í staðan fyrir að vera að ræða innihald greinarna og pólitísk afskipti af þessari einkavæðingu sem var í raun þessi máli snerist allt um. Má ég segja frá þessu? Því ég fór fyrir hönd Fréttablaðsins í þennan þátt. Ég neitaði að mæta honum. Eðlilega. Nei, ég vissi ekki að hann væri þegar ég kem. Við erum talað svolítið mikið Ólaf Teitsson sem persóna. Ég er ekkert að fara að gera það. Heldur þegar ég mæti til að fara í beinu útsendingu að þá Ólafur Teitur, Þórhallur Gunnarsson og Sannildur Hólm sem voru umsjónarmenn með þáttarins að undirbúa þáttinn. Svo bein útsending og þau eru þrjú að ræða við mig eða yfirheyra mig vinnubrögðin. Ég gat ekki rætt niðurstöður greinanna. Það var alltaf þetta að Sigríður Dögg hefði gert þetta, hvort hún gerði hitt og gerði þetta. Og það var sem sagt, eins og hún var að lýsa svo vel, að það var verið að reyna að ræja niður hana sem blaðamenn, blaðið sem fjölmiðil, til að varpa skugga á innihald greinanna. Og samfélagið einhvern veginn, þetta voru sterk öfl sem við vorum að berjast. Og þetta var fyrir hrun, því að menn vildu kannski ekki heyra þetta. Það var náttúrulega þetta rússandi uppsveifla, við vorum að fara inn í bara mestu uppsveiflu sem Við ræddum þetta nú, ég ætla svo sem að stæra með því, við ræddum þetta oft í Silfrey. En ágangurinn á ritstjórnina, ég var fréttaritstjóri á þessum tíma og símtölin, heimsóknirnar og allt sem þetta standi í, ég þurfti að verja ritstjórnina vegna alls þetta. Það var haldið út heilum útvarpsþætti gegn okkur. Þarna á útvarpi Sögu sem þá var það Ingvar Hrafn, Júlíus Hafstein og Hallur Hallsson. Tölum við værum geðsjúklingar, við bræðurnir værum alkohólistar og ekkert að marka okkur og þetta var bara stanslaust árás á okkur, stanslaust og sérstaklega þessu og öðru sem vorum að gera. Sko það sem að maður kannski blasir við mann að sko fjölmiðlarnir hafa sumuleyti bara staðið sér líklega þegar maður horfir aftur allavega sumir. Það málið. En að stjórnmálin hafa einhvern veginn ekki getað höndlað þetta mál. Það ekki málið? Ég þeirra skoðunar. Ögmundur? Nei, ég ekki þeirra skoðunar. Ég held að við hins vegar erum að heyra undantekninguna sem sanna regluna. Vegna þess að þetta var ekki hið almenna viðhorf í fjölmiðlum. Það voru undantekningarnar eins og Sigríður Dögg og þið á þessum tíma. Vegna þess að þjóðin var öll í klappliðinu og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem sendi hér sendinefnd á þessum tíma í aðdraganda hrunsins, gerði það reglulega, þar kvað við allt annan tón en kveður við hjá þeirri nefnd núna. Hún sagði þá, staða Íslands öfundsverð, envíubúl. Og þetta það sem að þjóðin almennt og fjölmiðlar og stjórnmál vildu almennt heyra á þessum tíma. Og það þetta sem við þurfum náttúrulega að læra af þessari reynslu og þau eiga lof skilið sem að stigu fram. En það var náttúrulega, það var gagnrýni sem fram kom innan þings og utan, en það var bara minnihlutaraldir. En það var aldrei hægt að setja á rannsókn á þessu eða var það aldrei neitt möguleiki? Nú eru liðin hvað? 15 ár. Já, sko, það voru þessi skrif og síðan voru fyrirspurnir í þinginu. Ég setti fram fyrirspurn áramótin 2005-2006 söluna á Háfosser tengslónum og þar kemur í ljós að, ég fæ ekki svari fyrir vorið 2006, að það hefði verið leitað meðal annars til þýska fjármálaeftirlitsins og ég spyr sjálfa mig, því ég fyrir að skoða þetta svar í þaula núna, hvort það hafi aðeins verið íslenskir eftirlitsaðilar sem að brugðust, hvort það hafi ekki líka verið þessar þýsku systurstofnanir sem að voru ítrekka spurðar. Aðal gæinn í Þýskalandi, hann ráðherra í Bæjaralandi, þannig að maður spyr það komið fram í dag. En eitt eigið, að því að við þurfum vel að tengja þetta nútímanum. Sko, hér forsíða Fréttablaðsins núna helgina, eða rétt fyrir helgina, aðkoma þýska bankans til málamynda. Rannsóknarnefnd segir aðkomi Háfosser að kaupa búnaðarbanka hafa verið til málamynda. Nú spyr ég, eftir 15 ár, ef ég veifa hér forsíðu á íslenskum fjölmiðli, verður ekki áþekk fyrirsögn nema nú stæði Goldman Sachs í staðin fyrir Háfosser. Vegna þess að nákvæmlega þetta að endurtaka sig núna og ef við skoðum yfirlýsingar frá forsætisráðherranum og fjármálaráðherranum, Bjarna Benediktssyni, tímamótum náði uppgjöri við bankahrunið, erlendir aðilar að koma inn í landið með umtalsverða fjármuni og fjármálaráðherran veðja nú með Íslandi ekki á móti og samhliða þessu
fáum að vita, og við fáum að vita það í Morgunblaðinu líka í dag, hér á forsíðu og í ágætum leiðara, að stærsti kaupandinn að Arion banka núna með 9,9% hlut, hann, SIF, fjárfestingafyrirtækið, hefur verið sektað 47 milljarða fyrir mútur í Afríkuríkjum. Þetta eru aðilarnir sem að þessir menn, forsvarsmenn Íslands, forsætisráðherrann, fjármálaráðherrann, eru að dásama og fagna hingað til landsins. Og þess vegna spyr ég, hvað það raunverulega sem við höfum lært? Að vísu eru fjölmiðlarnir núna með annan tón uppi, og ég var að vitna hér í Morgunblaðið og ég er að vitna í Fréttablaðið líka og aðra fjölmiðlar. Það er aðeins meira vakandi. Svo kemur líka í ljós að þessir aðilar allir í málamyndagerningi. Ef farið að skoða þessi fjárfestingafyrirtæki, þá þetta allt afsprengi frá Goldman Sachs. Goldman Sachs sjálfur, bankinn, líka svikafyrirtæki, gerspilt, sem að plataði Grikki inn á Evrópusambandi í rauninni, inn á evruna, sem að keypti hlut í danska orkufyrirtækinu Dong og var þess valdandi að 6 ráðherrar sögðu af sér, vegna þess að vera að opna dyrnar fyrir spillingu. Og þess vegna segi ég, það sem mikilvægt núna að við lærum af þessari reynslu. Og höldum stjórnvöldum sem eru hér svona tómeigðir, eða ég veit ekki hvort þetta hvað það sem að veldur þessu, eða þeir eru vitandi að hleypa glæpafyrirtækjum hérna inn í fjármálalífið, inn í bankastarfsemi. Við höfum ekki að láta þetta endurtaka sig. Theodóra, þetta er mikið ræða hugmyndi og það nú kannski eiginlega 2 spurningar. Það sko til þín sem alþingismanns. Finnst þér að þurfi að setja á stofn rannsókn á einkavæðingu bankana hér upp úr 2000 og þá ég að tala ekki búnaðarbanka, bara heldur líka Landsbankann. Og það náttúrulega merkilegt að sjá að Björgólfur Thor Björgólfsson hann svona pínlítið svona stekkur á vagninn og kannski maður svona pínlítið eins og Ólafur Ólafsson sé orðinn allsherjar bara blóraböggull þjóðarinnar. Og svo hins vegar spurningin, hvað þurfum við ekki að hafa mikinn vara á okkur varðandi þetta sem við höfum að tala um? Jú, ég tek nú undir það og ég hef svo sem sagt það í ræðu á Alþingi þó það hafi kannski ekki vakið mikla athygli. En hins vegar að þá á þessum tíma þegar að Sigríður Dögg skrifar þetta við aðeins kynni smá inngang, þá ég náttúrulega bara áhyggjulaus og hjóli vinnuna og maðurinn minn fer á sína vinnuvél og allt í standi. Sko, ég ekki á þessum vettvangi eins og þau hérna vettvangi fjölmiðla, Ögmundur á vettvangi stjórnmála, en svo kem ég hérna sem ný inn á vettvang stjórnmála inn á Alþingi og lesa þessa skýrslu og þetta áfall. Og sérstaklega svona kannski í ljósi þess hvernig saga mín og hefur verið sko, að þá þetta mikið áfall að lesa þetta hvernig vinnubrögð, þetta snýr alltaf vinnubrögðum og eins og Sigurður kemur inn að það var gagnrýna hana fyrir vinnubrögð. Þetta eru gagnrýna vinnubrögð, bæði í skýrslu Ríkisendurskoðunar sem við ætlum að ræða eftir. Frá 2006? Já, þú ert að meina bótaskýrsluna, já. Já, sem við ræðum eftir, það eru vinnubrögð, þetta eru vinnubrögð, þetta eru vond vinnubrögð sem að koma hérna í ljós og ég tek alveg undir það að ég mjög ósátt við það að vogunarsjóðir skuli vera bara festast í sess hér í íslensku fjármálakerfi eins og kemur í ljós með í sölunni í Arion banka nú nýverið að þetta eru gríðarleg vonbrigði og ég held að við séum hreinlega ekki tilbúin. Við þurfum að snarbreyta regluverkinu. Það þarf að sannfæra mig að fjármálaeftirlitið sé tilbúið til þess að fara í þessa vinnu aftur og getur haft þá þetta eftirlit sem þeir eiga að hafa og ég vil líka einhvern veginn, það þarf að sannfæra mig, það þarf að sannfæra þingið held ég, stóran hluta þinginu, það þarf að sannfæra þjóðina, að við séum tilbúin til þess að breyta. Þetta ekki, við eigum ekki að sætta okkur við þetta og ég get ekki tekið undir þetta fagnaðarhróp sem að forsætisráðherra var hér með í upphafi og fjármálaráðherra. Ég get ekki tekið undir það og ég er búin að segja það á þingi að þetta voru vonbrigði fyrir mig. Mér finnst þetta áfellisdómur að vogunarsjóðirnir sem enginn veit hverjir eru. Við erum í því lögum hér að eða fer yfir 10% þá þurfa þeir að fara í einhvers konar mat og það orðsporið sem þetta snýst líka. Hvað ætla þeir að gera? Hvert markmið þeirra með því að vera hérna? Og orðspor vogunarsjóða bara ekkert sérstakt. Það bara mjög vond. Þeir koma það sem gróðra von, eru stutt og hagnast helling. Það orðspor vogunarsjóða. Og þar fyrir þetta vitum við ekki hverjir þetta eru, þú veist. Jú, við nefnilega vitum hverjir þetta eru. Við vitum að þetta eru glæpafyrirtæki og við vitum það og ef við förum að skoða og lesa sögu þeirra, þá vitum við nákvæmlega hverjir þetta eru.
Má ég aðeins hérna í þetta, að ég hérna hef nú verið að endurbyrta hérna viðtal sem ég tók við Dr. Jónas Haralds í 2005 og hann hafði miklar áhyggjur af þessu hvar vorum að fara þá og hvað, sem sagt, bólumyndinin og þetta allt saman. Hann hafði, nei, 2010 fyrir og hérna hann hafði miklar áhyggjur af þessu allir saman og hann sagði þá voru að tala um breytingar og stjórnarskrán og fleira og þá segir hann að það alveg sama hvað við setjum mikið reglum og lögum, siðleysi mun alltaf finna sér farveg. Og ég held að þetta sé glíman okkar við það að siðleysingjar, þeir finna sér alltaf farveg. Siðleysi finnir sér alltaf farveg, þannig að við þurfum að byggja ansi margar stíflur og brýr sko til að ef við ætlum að vinna því, sérstaklega þegar við ætlum að fara enga við aðra, hérna, 2 bankar til viðbótar sko, allan einn. Og þannig að við verðum að hafa þetta í huga. Þetta bara siðleysingjarnir, þeir alltaf undan okkur. En það sem við verðum líka að ræða í þessu samhengi sem svo mikilvægt að þarna brugðist ekki bara stjórnmálamennirnir, heldur eftirlitsstofnunum líka. Fjármálaeftirliti, Ríkisendurskoðun gáfu þessu ferli öllu margoft bara grænt ljós eftir á, sem algjörlega óskiljanlegt í ljósi þess sem við erum að lesa í dag. Sko það nefnilega óskiljanlegt í ljósi þess að kannski náði maður aldrei að hugsa svo langt, maður hugsaði, já þetta nú eitthvað svona byggs, en líklega þetta náttúrulega bara stórlega saknæmt athæfi. Þetta bara stórkostlega blekkingar og þetta náttúrulega bara eitthvað sem þetta rannsaka lögreglu. Þegar maður skoða forsendur þess að S-hópurinn var valinn, það var ástæðurnar voru meðal annars þær að þær ætla að koma með svo mikið eigið fé. Og þeir kom ekki með neitt eigið fé, fjármögnuðu og erlenda banka, fjármögnuðu helminginn af greiðslunum með láni frá Landsbankanum sem síðan kom í ljós seinna og hinn helminginn með þessu láni frá Kaupþingi í gegnum hennan Hákon Áfási. Það alveg rétt sem Sigurjón segir hér áðan að og vitnar í þetta viðtal hérna frá 2005 að siðleysingjarnir finna sinn farveg. Það var ansið gott innlegg hér frá, heitir hann ekki Ólafur Ólafsson, leikari sem var hér hjá Gísla Martini á föstudaginn held ég að verið. Og þar sem að menn voru að kveða svona nýðkvæði einstaklinga. Og hann sagði við mögum ekki gleyma því að þessi menn ekkit einir. Það eru margir í kringum þá. Og það sem að við sjáum af þessari skýrslu núna hve margir Íslendingar hafa vitað þetta. Og þó að við séum að gagnrýna eftirlitsaðila og stjórnvöldin og svo framvegis, það má náttúrulega aldrei taka ábyrgðina frá hinum raunverulegu gerendum í svindlinu. Það megum við náttúrulega aldrei gera. Og ég held að þurfum líka að skoða þetta hvað það var sem fór úrskeiðis. Ég held að það hafi ekki bara gerst hér innanlands. Ég held að það hafi gerst í Þýskalandi líka. Það er margir sem eru núna í skjóli Ólafs Ólafssonar. Allir þeir sem voru að fá þessa tölvupósta. Að hlífa sér undan umræðu undan öðru, að segja að hann blekkti alla og hvað er margir sér í því skjóli núna? Ef það skjól klikkar, ef það kemur eitthvað annað ljós, þá eru bara margir á berangri. Ég held að eins og það eru margir sem vissi þetta og við vitum þetta hérna úr fjölmiðlunum, þjóð veit á 3 vita. En sko það bara einn spurning að eins og ég segi, sko það Ólafur virkar sem dálítið svona hentugur blóraböggur að það einhvern veginn og ég meina minni manns ekki óbrugðugt en manni finnst eins og menn hafi vitað þetta. Og það akkurat það sem ég hef svona verið að velta fyrir mig, kannski nú búið að gera góða úttekt á þessu og margir búin að ræða þetta. Þegar ég var að lesa í gegnum þetta og var að undirbúa svona mína ræðu á Alþingi, að þá fyrst og fremst, eins og ég sagði áðan, það snýr þetta vinnubrögðuna, það sem ég er líka að velta fyrir mig, er þetta vanhæfni fyrir utan blekkinguna, utan þeirra gerenda sem er með raunverulega blekkingu og ásetningi í því, að hvort er þetta vanhæfni opinbera aðila og í þeim sem áttu að sjá þetta, hvort sem þessi nefnd eða stjórnmálin eða er þetta vanhæfni eða er þetta spilling? Þú veist, nú hefur ekkert komið fram að fólk að það er ekki búið að sanna það að pólitíkin hafi endilega vitað, það er ekki búið að sanna það. En hins vegar þá hlýtur þetta að vera þannig, hlýtur þetta að vera vanhæfni. Snéru menn þá bara einhvern veginn blinda auganu að þessu? Ég held að hérna þurfum að vanda okkur mikið þegar þú segir, Egill, að margir hafi vitað og menn hafi vitað þetta. Sko, hérna þurfum við að vanda okkur vel. Sko það eru margir sem að voru inn í þessum samskiptum og inn í þessum svikum sem vissu það. Það sem við viljum vita er hvað með stjórnmálin. Þarna skarast náttúrulega, þarna er gráa svæði milli svona sviksemi og jáfnvel glæpsamleira athæfis og stjórnmálan og þetta viljum við náttúrulega fá að vita. En við megum heldur ekki sko fara út í svona dylgju pólitík. Það sem var vitað var að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru að skipta með sér fjármálakerfinu. S-hópurinn og síðan Samson. Þetta var pólitísk skipting. Þetta er vitað.
Þessar flækjur allar, það veit ég ekki. Loftið var hnausþykkt af ásökunum vissulega, en hver vissi hvað, það vitum við ekki. Og það sem að mér finnst að þurfa að gera núna er að skilgreina hvað hugsanlega hægt að gera í málinu. Þetta mál núna opnaðist vegna þess að einhver einstaklingur opnaði sig. Kom með nýjar upplýsingar sem að gera það verkum að þessi nýja rannsóknarnefnd finnur nokkuð út sem að gamla rannsóknarnefndin gerði ekki. Hún fór líka yfir þetta. Má ekki miskilja mig. Ég var ekki að meina að stjórnmálin hefði vitað þegar ég sagði það. Það eru nafngreindir menn í skýrslunni sem vissu. Nei, ég er ekki að gagnrýna þig. Nei, ég held að ég hefði talað óskýrt. En segir þetta, sko við tölum siðleysi, hún talar vanhæfni og svona. Erum við stöndum við kannski frammi fyrir því að Ísland býsna spillt land? Já, ég held. Að minnstakosti þurfum við að opna á þessa umræðu og ekki vera hrædd við þá að nota þetta orð líka. Vegna þess að við erum alltaf búin að lenda í alls konar þetta sé þjóð. Þannig að mér finnst að við þurfum ekki að tipla á tánum eins og köttur kringum þetta graut í kringum þessa umræðu. Við þurfum bara að taka hana af hreinskilni og heiðarleika. Ætti að finnst þér að þurfa að setja upp rannsóknarnefnd alla þessa einkavæðingu? Mér finnst það. Ég þarf ekki fleiri upplýsingar. Mér finnst að þurfa að gera það. Vegna sem að ég hef ekki ímyndunarafl og ég hef ekki ímyndunarafl til þess að áttum að því hvað gæti verið annað meira en bakvið. Ég þess að segja, það tilefni til þess. Sigríður Dögg, spilling. Já, það sem skiptir máli eins og þarna, 2005 reyndi ég að fá urmul af gögnum, afhentan og opinberum gögnum sem ég fekk bara synjun á. Mér var ekki leyft sem blaðamenni að fá aðgang að þeim gögnum sem ég baði í tengslum við þessa vinnu sem algjörlega forkastalegt. Af hverju fékk ég ekki aðgang að þessum gögnum? Og myndi þetta gerast aftur í dag? Eru stjórnmálin breytt þannig að blaðamenn fá nú loksins meiri aðgang? Eru stjórnmálmenn tilbúnir til að vera með þessu stóri mikilvægu mál upp á borðinu þannig að þeir geti bara beinlega sagt þeir og sýnt þar hafa ekkert að fela? Þetta sem skiptir svo miklu máli, að stjórnmálin séu tilbúin til þess að veita aðgengi að því sem skiptir máli. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir í húfi í þeim samningum sem eru framundan varðandi þessa einkavæðingu sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að skiptir verulegu máli að þetta sé í forgangi. Mér langar að beina orðum minni aftur að þér, Theodóra. Þú ferð mjög hörðum orðum þessa aðkomu erlendra banka, Goldman Sachs og Vogunarsjóða að Arion. En nú ert þú í stjórnarliðinu sem að einhvern veginn, er náttúrulega með þetta mál í sínum höndum. Algjörlega. Og hvað viltu gera í því? Já, í fyrsta lagi varðandi þetta sem við vorum að ræða áðan, þá kom ekki inn á borð okkar, þetta ekki ríkishlutur sem þannig við séum verið að selja þarna í Arion banka núna. Nei. En þegar það kemur að því að fara í þessa vinnu, að undirbúa einkavæðingu númer 3 eða eitthvað, þá þarf að sannfæra mig að það séu hverjir eru að kaupa og að regluverki sé þannig að við erum ekki að fara í sömu vitleysu. Hvernig eigum við að verjast blekkingu? Hvernig getum við komið þessum skúfusamningum upp á borðið? Við viljum ekki svoleiðis, við viljum bara hafa þetta rétt. Svo veit maður ekkert hvort það sé einhverju áhugasamir sem vilja koma inn í þetta kerfi. En þetta snýr að því núna að við þurfum í fyrsta lagi að hefja þá vinnu að skapa hér traust. Við þurfum að sannfæra fólkum það að við séum þess burðug að geta gert þetta aftur og gert þetta þannig að þetta sé rétt og í lagi. Nú nefnir þú reyndar eitt sem kannski mátti alveg hafa með, það einkavæðing númer 2. Já, einkavæðing 3. En þarna var einkavæðing númer 2 sem að þú kannski svolítið lentir í þegar í þinni baráttu við bankana. Já, akkurat. Ég ætla ekki að fara út í hana svona nákvæmlega, en einkavæðing númer 2 hvað er einkavæðing númer 2? Þú segir 1, 2, 3. Já, það er náttúrulega bara hreinsunin sem varð hér eftir hrun, hvernig vogunarsjóðirnir eignuðust bankana á þessum tíma, hvernig þeir fengu þetta afhent þegar búið var að taka stöðuna gegn almenningi, gegn mér, gegn fullt af fólki sem þurfti síðan að sækja rétt sinn tilbaka, sækja stjórnarskrárvarinn eignarrétt sinn tilbaka og þá á þessum tíma náttúrulega þegar ég var að starta minni baráttu þá vissi ég náttúrulega ekkert við hvernig ég var að eiga. Ég vissi ekki að þetta væri endilega vogunarsjóðir.
og það náttúrulega bara mjög óþægilegt og það einhvern veginn óskiljanlegt hvernig það var. En svo svo hættulegt í þessu umræðu að það þegar byrja að tala sko vinstri og hægri, þið gerir þetta og þið gerir þetta, hægri gerir þetta og vinstri gerir þetta. Ég hef reynt að forðast það vegna þess að þá byrja bara menn einhvern veginn að skilmast 100% leiðina eða 110% leiðina eða leiðréttinguna og þú veist, þá fara menn einhvern veginn að skilmast með það, hver gerir hvað sko, þá kemur aldrei rétt út úr því. Það er svo vont að vera að pólisera svona umræðuna til vinstri og hægri og það var einmitt það sem við reyndum að gera í þessari heimildamynd sem var einmitt sko einkavæðingu númer 2 nánast, fjallað vogunarsjóðina, að það fara alls ekki og aldrei út í þessa umræðu það hvaða flokkar gerðu hvað. Nei. Þá umræðin ónýtt að mínu mati. En þar voru gerð stór mistök og kannski eitthvað sem þarf að rannsaka líka. Og mér finnst það. Já. Þið finnst það líka? Já, mér finnst það. Ég algjörlega. Það bara tilefni til þess að fá það borð líka. Já. Mér finnst að við þurfum ég alveg sammála því og alla tíð verið fylgjandi því að rannsaka alla þessa þætti og allt sem að fólk vil fá að vita og að draga fram í dagsljósi og það alveg hárrétt sem Sigríður Dögg segir hér áðan gagnsæi og aðgengi að upplýsingum. Þetta er ekki lykilatriði en aðeins þetta með spillingun á Íslandi. Við erum að verða vitni að henni öllum stundum, borgunarmálið til dæmis, ýmislegt í tengslum við þessi fjármálafyrirtæki, en við skulum ekki gleyma því að við erum að horfa inn í heim sem gerspilltur, hinn kapítalíska braskheim, alheimsheim. Við erum að fá hér fyrirtæki sem var að borga 46 milljarða í sekt fyrir mútur og Goldman Sachs gerspillt fyrirtæki líka. Þannig að við erum ekkert eyland í þessum skilningi og það er þess vegna sem það er alveg hárrétt sem hér hefur verið bent á að við þurfum að efla þetta eftirlitskerfi og auka gagnsæi og aðgengi að upplýsingum til mikilla muna. En því miður þá sýnist mér nú á fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þessi verið að skera niður framlag til allra þessara aðila sem eiga að koma þessu, dómskerfinu og dómskerfið skorið niður og ýmsar lykilstofnanir. En í þessu samhengi má líka benda á mikilvægi þess að hér séu starfandi öflugir fjölmiðlar, öflugir sjálfstæðir fjölmiðlar. Á þessum tíma sem við Sigurjón vorum á Fréttablaðinu var það mjög öflugur sjálfstæður, öflugur sjálfstæður ritstjórn, við getum alveg fullyrt það. En síðan hefur bara mikið breyst í landslaginu og það eru bara fáa ritstjórnir sem hafa bolmagn til að vinna vinnu eins og þessa, því miður. Og þetta er eitthvað sem að þarf virkilega að fara að skoða vegna þess að þetta er mikilvægt fyrir samfélagið allt. Að hér séu vinnubrögð í gangi á fjölmiðlum sem að veita aðhald á öllum öðrum sviðum samfélagsins. Það er reyndar Ögmundur nefni fjármálaáætlunina, það er náttúrulega alveg það er heitt pakki, við getum ekki heila þátt hana. Það sem er við stórkostlega það er hvað hún er umhverfisvæn þessi ríkisstjórn. Hún endurnýtir allar góðar fréttir, hún er að koma aftur upp með hugmyndunum að kaupa 3 þyrlur, það var líka samþykkt í síðustu áætlun, það er ekkert nýtt. Nýja ferju til Vestmannaeyja, það er ekkert nýtt heldur. Þannig að það úir og grúir af svona endurvinnslu í þessari... Það er spurning, en þarna verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu, er það ekki? Og það er nú ágætt fyrirheit þarna að gefa í varðandi heilbrigðiskerfi. Það er verið að skera niður hjá flestum stofnunum, þjónustustofnunum hins opinbera. Það er sagt að eigi að auka 1% að raungildi, en leið er hagræðingakrafa upp á 2% sem að þýðir í reynd niðurskurður. Og þetta á nú eftir að heyrast einhverstaðar hljóður horfni á þeirra. Þetta verður allt sett í framkvæmd. Það var að hækka á vinnuveika til að meira veikir fá dótirara. Þannig að þetta er ekki úr sameiginlegum sjóðum, þetta er heldur svona fyrir okkur hin sem komum sjaldan. Það verður að hækka okkur, þetta er gömulumma líka. Ég var svo vongóð þegar að þessi fjármálaáætlun kom fram. Ég leitt að heyra ykkar upplifun á þessu vegna þess að þetta er akkurat það sem bjartsýnistónninn í þessu að mínu mati að það er einmitt velferðarmálin og heilbrigðismálin. Ég er bara ánægð með það og ég treysti þessum ráðherrum í þeim málaflokkum mjög vel til þeirra verka sem að kemur fram í þessari fjármálaáætlun og sérstaklega hvað varðar heilbrigðiskerfið, þá á að leggja áherslu á það, þá á að leggja áherslu á velferðarkerfið, þá á að einmitt að stuðla því að breyta þessu greiðsluþátttökukerfi
núna sem tekur gildi fyrsta og það vantar að auka í enn meira. Þá er engin viðbótar fjármagn að koma þar inn? Það kom rúmur milljarður inn núna fyrir jólin í það sem kemur að þá eldri borgurum og öryrkjum og börnum sem að mun ASÍ segir þetta sé kjörin leið til að auka ójöfnu í landinu. Við þurfum að Rökstutt. Já, ég náma að tekja þetta. Við ætlum að kveðja Sigríði Dögg, afsakið hvað við förum nú grund ofan í þetta en þetta er stórt mál, við náum ekki alveg utan þetta en þakka þér fyrir að koma hjá því, gaman að sjá þig aftur, þetta fara aftur í blaðamennsku Sigríður. Og ég ætla að fá inn Guðmund Inga Kristinsson fyrir þig, en ég ætla þá að nefna meðan hann skiptir, ég ætla að nefna þetta mál, þá er komið aftur á Ríkisendurskoðun. Það er þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar bótasvik sem kemur og það kemur í ljósi vikunni að þessi skýrsla sem var tilefni til ægilegrar umræðu það átti bara að fara að negla bótasvikara vinstri og hægri, það var bara samfélagi fullt af fólki sem var að svindla út bætur, en svo kemur í ljósi að þessi skýrsla er byggð á danskri skoðanakönnun sem var mjög illa ennjón og þetta er náttúrulega þetta er alveg rosalegu skandal. Er það ekki? Að mínu mati, jú, mjög. Og mér finnst nú að þeir sem stóðu í þessari vinnu og sérstaklega fyrrum ráðherra þessa málaflokks hefði nátt að biðjast afsökunar á þessu vegna þess að þetta eru bara fallaprófi að mínum mati. Þannig verið að nota einhvern veginn rangar heimildir til þess að byggja ný lög á. Þetta eru að mínum mati óvönduð vinnubrögð og aftur snýr þetta að vinnubrögðum hjá opinberum aðilum og eftirlitsstofnunum. Það sem ég get ekki heyrt betur, þetta hafi verið skoðunarkönnun meðal sveitarstjórnarmanna og almennings í Danmörku, það sem er gert ráð fyrir einhverjum prósentum af bótasvikum og við erum að heimfæra það síðan niður á Ísland og upp úr því kemur síðan einhver upphæð og þá er farið í það að bregðast við miðað við þær upplýsingar. Einhver rosaleg umræða, Guðmundur. Hvað segir þú þessa skýrslu? Við heldum mótmæli, bæði mótmæli og heila ráðstöfn í Ráðsreykjavíkur þetta. Og það sem var undarlegast í þessu öllu saman var þessi svikahnappur sem kom upp eftir þetta og svo voru sett lög sem brjóta mannréttindi og persónuvernd á öryrkjum. Vegna þess að það var sett svo ströng lög að það ekki við bara settur undir fjárhagslega smásjá, heldur makarnir okkar líka. Og hugsa ykkur, ef að makinn lagði ekki alltaf borðið, þá var þetta svipta öryrkjan framfærslunni. Og við mótmæltum og tölum við stjórnmálamenn og aðra og það var eini aðalinn sem bæði afsökunar voru Píratar. Þeir bæðast afsökunar þegar samþykktu þetta allir. En það er ekki versta með þetta við þessi svik er það að svikin sem við erum að hafa gert þá á sín tíma það var kannað þessi litlu svik sem í Tryggingastofnun, það er að vera fullfrískir einstaklingar er að skrifa sig úr sambúð til að fá barnabætur. Það voru þetta svikið sem komu upp. En síðan það svik kerfisins gagnvart okkur sem miklu alvarlega. Við tókum til dæmis núna fyrir bara rúmi viku síðan, vorum við fund í Grand Hotel og þar fenguðu Helgu Jónsdóttir sem er lögfræðingur gerði ritgerð persónuafsláttinn frá 88 til dagsins dag. Og það sem sló mig mest var það og ég fór líka í því að skoða skatta og skerðingar og keðjuverkandi skattaskerðingar. Þetta er skelfilegt orð, það er eitthvað svona til. Og við komumst að því að í dag ætti persónuafsláttur að vera 103.000 skall. Persónuafsláttur ætti að vera 103.000 krónur. Miðað við það sem var lagt upp með þegar staðgreiðslan var tekin upp. Já, þegar staðgreiðslan tekin upp þá er grunnlífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbótin skattlaust plús þau átt upp í lífeyrissjóðstekjur 20-30%. Þannig að, en við tökum bara einstakling sem er með 280 skall í dag sem er... En hvað er persónuafslátturinn núna? Hann er 52.000. Hann er 52.000, ætti að vera 103. Já, hann ætti að vera tvöfalt hærri. Já, hann ætti að vera 280 skall, ætti að vera skattaskerðing á listu það. Það er það sem átti að fá borgað. Og þess vegna er það svo skrítið ef við tökum þessa tölu, 280 skall. Einstæður öryrki sem býr einn, hann fær þessa tölu. Og hann borgar 50.000 í skatt í dag. 50.000 krónur. Hann bara við þetta, eins og ég segi, það er ein góð lausn í þessu sem við getum gert bara strax í dag. Hætta að skatta fátækt. Því það leiður okkur bara til sárra fátæktar. Skatta fátækt? Skatta fátækt. Við erum að byrja að skatta við 145.000 krónur. Fátækt er að merkja í dag um 280-300.000. Við erum konið sára fátækt. Við erum að skatta sára fátækt. Og hver gerir það? Og þetta er nefnilega, þetta er rafsikerfi sem er svo keðverkandi skerðingar. Eins og við taka einfalt dæmi.
Ég þarf mikið að lyfjum kannski og fæ lyfjakort og læknisþjónustu upp á 15 skall. Síðan fæ ég bensinstyrk að ég hjólastól upp á 15 skall. Þá er ég búin að fá 30 styrk. Á sama tíma ég á leigumarkaði og ætla að fá húsaleigubætur upp á 30 skall. Nei, það er ekki krónu. Þessi styrkir skerða hana. Þið trúið þess ekki og ég ætla að sýna ykkur ennþálega þar dæmi. Örorkulífeyrir sem missir maka sinn, 50 ára gamall, fær 47.000 krónur í dánabætur fyrir manni sinn hjá Tryggingastofnun. Öryrki sem missir manni sinn? Já. Krónum út og krónum tekið ber. Allt virt. Dánabæturnar koma til skerðingar á örorkubótunum? Já. Krónum út og krónum. Þessi krónum út og krónum skerðing er mannréttindabrot. Þetta er ljótasta dæmi og ég kalli þetta refsikerfi mannvonskunnar. Að búa til svona kerfi fyrir veikt fólk, gamalt fólk og láta það vera í svona kerfi og til dæmis bara á sama tíma við getum verið að tala fólk sem er að fá útborgað úr séreignarsparnaði. Spáði það. Þú átt að nota þennan séreignarsparnaði upp í húsaleigubætur eða að kaupa hús eða eitthvað. Einstaklingur á örorkubótum fær þetta árið seinna, 1. júlí, það var áður 1. ágúst, nú er þetta 1. júlí skelfingadagurinn okkar, þegar kemur skelfingapappirina frá Tryggingastofnun. Skelfingardagur þegar koma skerðingarnar koma? Já, frá Tryggingastofnun. Þessi maður sem fekk 300.000 lagði upp í húsnæðiskostnaðinn sinn, öryrki fær rukkun 25 krónur á mánuði í 10 mánuði 300 skall væri. Sko það má eiginlega segja að út frá þessum tölum sem hér eru nefndar að öryrki sem býr einn eða aldraður sem býr einn og hefur engar aðra tekjur og er að fá 230.000 eftir skatt, að ef að hann fær einhverjar atvinnutekjur, ef hann getur aflað einhverjar smá, sem 100.000, þá myndi hann vegna þessara skerðinga halda eftir 30.000 krónum, 70% eru teknar af, þannig að það er ekki nóg með það að það sé verið að skattleggja fátækt, heldur er þarna auðlegðarskattur á fátækasta fólkið á Íslandi, 70% takk. Fólk áttar sig ekki líka, það er allt undir styrkir, fæðingarstyrkir, menntastyrkir, bara hvaða styrkir sem þeir heita, ef þessi öryrki sem er með 280 og sem á að vera þessum lægstu bætum, sem á að lifa því sem þeir segja hæstu bætur í dag, 280.000 krónur, það er 229.000 krónur útborgað, ef hann fær 80.000 krónur lífeyrissjóði, 0. Ef hann fær 50.000 krónur atvinnutekjur, 0. Ef hann fær 106.000 krónur í styrki, fæðingarstyrki, alls konar styrki, 0 á mánuði. Og ég segi hver býr til svona kerfi og hversu í ósköpunum þessi kerfi, akkur núlstilli veit ekki. En það er búið að búa til svona ofboðslega flókið kerfi til þess að fólki sem er á undir högg að sækja, ég ekki segja það. Og svo er það versta við að vísu eins og með húsnæðisbæturnar, þú veist að því strax að það skerða það þegar nú er reiknað mánuð sem mánuðar og þeir voru með að reikna upp desembermánuð sem er mánuð sem farið svona desember uppbót og það var notað líka til að skerða. En síðan er það versta þegar þú dettur onni í einhvern pitt, þú sækir eins og til dæmis þú sækir dánabæturnar og færð kannski og þú veist að fá bæturnar í 10 mánuði. Síðan 1. júlí kemur bakreikningur. Ég hef fengið þannig út úr minnum þegar ég var á húsaleigumarkaði að ég átti að fá 30.000 krónur húsaleigubætur, svo fór ég inn í 15, svo fór ég inn í 0 og svo fór ég að gábita hvað var það? Akkur var ég að fá þetta? Þetta var í hruninu. Þá hækkaði lífeyrissjóður minn. En Tryggingastofnun lækkaði alltaf á móti. Ég var ekkert að fá meira innkomur. En af því að lífeyrissjóður hækkaði, þá hirti vera húsaleigubætur. Þannig ég fór að reikna og ég var með þess að kunni mínus, lífeyrissjóður minn skertur 100.000, skattaður í spað, síðan er húsnæðisbætur teknar á mér, síðan barnabætur, hefur þetta áhrif á barnabætur, vaxtabætur og allt saman. Þannig ég hefði getað tekið lífeyrissjóður minn á hendan. Þannig að það sem það þarf að gera er að er eitt sem er skiljanlegt í þessu kerfi, menn að tala um þetta sem flókið og bútarsveimur og svo framvegis, en hann náttúrulega tilkominn vegna þess að menn að búa til einhverja réttláta lausn sem þeim finnst við að úthluta takmörkuðu fé og þess vegna fara að horfa til aðstæðina fólks og ert þú að fá eitthvað annar staða frá og svo framvegis, en þegar við svona skoðum þetta í grunninn þá er það alveg rétt sem Guðmundur Ingi segir hérna að þarf að skoða kerfið frá grunni, það getur ekki verið rétt. Þú eigir að skerða tekjur fólk sem er þarna algjörlega á botnum. Já, bara þetta að mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða og mér finnst þetta mjög niðrandi orðræða í þessari skýrslu og í þessari varðandi þessi bótasvik, mér finnst þetta mjög miður, en það sem að því ég sagði nú, ég væri nú bjartsýn hérna fyrir hönd þessari ríkisstjórnar því ég tilheyri henni og ég vil gera vel, að það er að við erum með það á dagskrá hjá okkur, það stuðningur við öryrkja verið algjörlega endurskoðaður og að meðalgreiðslur vera hækkaðar og aðstoð við atvinnuleit
ráðuneyti og við ætlum að fara út í alls konar mótvægisaðgerðir. Já, að við munum gera það. Ég hef verið fundarstjóri á fundum í Öryrkjabandalaginu þegar að tala um þetta og ég geti talið upp þá stjórnmálamenn sem hafa mætt og ég þarf ekki einu sinni fingur annar handa til þess. Mér finnst þetta sinnuleysi svo mikið, þetta kemur svo óvart, þau eru að boða fólki áfundi hjá sér og það undantekning að koma, ég get nefnt, ég held þessi 3 stjórnmálamenn sem hafa verið á þeim fundi sem ég hef verið. Kom eitt síðast. Núna fyrir ykkur síðan, en það sem annað sem ég tók eftir í skerði, ég fór rétt út skerðingarna, hversu mikið verið að skerða lífeyri og annað, lífeyrissjóðirnir að halda upp þessu kerfi. Við komum í skýrslu frá Landssambandi lífeyrissjóða, þar kemur fram að við merðum mínus 0,2% landframleiðslu til almannatrygginga. Skerðingar og skattar á lífeyrissjóðunum okkar halda kerfin uppi. Má ég aðeins taka fanskan fyrir stjórnmálamennina? Sko, þessi mál hefur verið gríðarleg umræða inn á þingi. Og menn hafa margir stjórnmálamenn hafa svona lagt í sauma á að gera það, ég er alveg sammála því. Ekki hvert annað, hlusta á fólk. Nei, ég hef hlustað heilmikið á fólk. Takk ykkur fyrir það er ánægilegt að hafa ykkur hérna, Ögmundur, Theodóra, Sigurjón Magnús Egilsson Sme kallaður og Guðmundur Ingi. Við höldum áfram að tala um Brexit og svo um borgarmálin. Já, hingað kominn Árni Páll Árnason, ekki sem stjórnmálamaður heldur sem þú ert lögfræðingur og þú ert sérmenntaður í Evrópurétti. Já. Og við ætlum að tala um Brexit sem er náttúrulega stórmál. Snertir okkur Íslendinga, Evrópusambandið, EES-samningin og allt það. Og það er kannski svona spurningin sem við erum að velta fyrir okkur hérna á Íslandi. Sumir hafa sagt að þeir eru tækifæri í þessu fyrir okkur og svo aðrir sem segja nei, það er ekki tækifæri í þessu fyrir okkur, þetta er bara tómt vandamál. Og við Ég held að það sé erfitt að sjá tækifæri í þessu vegna þess að við erum núna með eiginlega algerlega hindrunarlausan aðgang að Bretlandsmarkaði sem hefur verið lengi mikilvægur útflutningsmarkaður okkar og það er erfitt að fá meira en fullkomin aðgang að markaði. Það er alla líkur á því að ef það verða einhverjar breytingar þá verður það eftir hins verra en það er ekkert útilokað að okkur takist að tryggja fullan aðgang en óvissan er mikil vegna þess líka að það er ekki alveg ljóst og Bretar hafa ekki alveg lagt það niður fyrir sér hvernig þeir vilja nákvæmlega sjá framtíða fyrirkomulagi vera. En sko þeir vilja til dæmis ekki fara inn í þetta EES-dæmi sem að sko við og Noregur erum í þessu sem er náttúrulega það sem veitir okkur þennan aðgang að innri markaðnum. Þeir vilja ekkert slíkt. Nei og það er í sjálfu sér nokkuð undrunarefni þegar það kom fram frá stjórnvöldum vegna þess að mjög margir af þeim sem höfðu talað fyrir því að fara út úr Evrópusambandinu í Bretlandi höfðu einmitt talað það sem valkost, einhvers konar annars konar fyrirkomulag sem menn væru hluti af innri markaðnum en ekki aðilar fullu og öllu leyti og fengju kannski meiri stjórn á innflytjendamálum sérstaklega. Síðan kemur svo ákvörðun að sækjast ekki eftir aðild að innri markaðnum og það held ég hafi komið líka Evrópusambandinu nokkuð óvart. Það voru mörg ríki þar. Ég er búinn að skoða afstöðu eiginlega allra 27 aðildarríkjanna. Flest þeirra voru tilbúin í svona mjúka útgáfu af útgöngu vegna þess að þau byggust við að Bretar mundu rétt eins og Noregur og Ísland vera tilbúin að vera aðilar að innri markaðnum að einhver eða fullu leyti og greiða fyrir það eitthvað aðgangsgjald og lúta einhvers konar eftirliti. En það er sem sagt ekki á borðinu hálfu Breta en það sem er vandamálið innanlands í Bretlandi er að ríkisstjórnin er búin að segja að hún ætli ekki að fá aðild að innri markaðnum, hún ætli ekki að lúta sameiginlegu eftirliti dómstóls og hún ætli ekki að greiða peninga inn en hún vilji fá aðgang fyrir sérstaklega það var nefnt fjármálakerfið og talað sérstaklega líka bílaiðnaðinn og svo framvegis. Það verður mjög erfitt fyrir forsætisráðherrann held ég og ríkisstjórnin að koma tilbaka þá með samning sem segir sko við verðum að borga eitthvað. En þeir vilja bara fá að velja og hafna bara eins og af einhverju hlaðborði eða hvað, það sem þeir fá og það sem þeir gefa eftir. Já, það er svolítið, sko, mér finnst umræðan, hún hefur náttúrulega, það fer aldrei vel með menn í aðdraganda samninga að sitja bara einir inn í herbergi og ímynda sér hvað mótaðileg muni gera. Og það eru Bretar búnir að vera að gera í sjálfsögðu 9 mánuði. Og umræðan hefur snúist mikið þras það hvað Evrópusambandið vilji og hvort Evrópusambandið þurfa á Bretum að halda eða ekki og svo framvegis. Ég hef nú unnið mikið í milliríkjasamningum og lykilatriðið er það
að þú verður að taka svona 360 gráðu analýsu. Þú verður að horfa á öll sjónarmið. Þú verður að átta þig á því að mótaðilinn, hann á alltaf leik og hann getur alveg haft hagsmuni sem þú óskar ekki að hann hafi. Og hann getur valið að leika leiki sem koma þér illa, jafnvel þó það skaði hans hagsmuni. Og mér finnst það mikið skort á það af hálfu Breta og líka eins og bara í undirbúningi samningaviðræðna þá virðist embættismenn sem hafa svona verið frekar jákvæðir gagnvart Evrópusambandinu sko, þeir virðast ekki vera hafðir með. Þannig að það gæti alveg verið sko að menn séu svolítið að blekkja sjálfa sig og því við hverju sé að búast og það verið þá líka þannig að ef að samningsniðurstaðan hljóðar upp á eitthvað annað, þá verður erfitt að selja hana því að það sé búið að keyra upp væntingar meðal almenning sem að menn geti bara farið burt og það kosti ekki neitt, það kosti ekkert í efnahagslegum ávinningi en eitt slíkt. En þeir þurfa að semja aftur allan markaðsaðgang fyrir ekki bara sig, heldur líka fyrir Skota og fyrir Norður-Íra. Norður-Íra eiga sko landamæri að Evrópusambandinu og það er vandamál og getur náttúrulega hleypt öll í bál og brand þar. Og það sem verra er sko flækjustíðið og þessu enn meira vegna þess að þeir eru núna búnir að segja þeir ætli úr Evrópusambandinu eftir 2 ár og þeir fara úr Evrópusambandinu 29. mars 2019 óháð því hvort það verið búið að semja eitthvað eða ekki. En klukkan gengur á þá núna að fá einhverja niðurstöðu. Evrópusambandið vill byrja á að ræða hvernig menn ganga frá sameiginlegum skuldbindingum og slíku og svo verði farið að ræða hitt. Þeir segja þó, Evrópusambandið segir þó að málefni Írlands verði rædd strax í upphafi því að það skipt svo miklu máli varðandi hinn sameiginlegu landamæri en svona framtíðar fyrirkomulagið og hvað er hægt að fá og hvað er ekki hægt að fá að það er alveg óvíst hvenær menn komast í þær samningaviðræður. Svo Evrópusambandið vill ekki ræða það fyrir en er búið að ræða skilnaðinn? Já. Við erum með skilnaðinn kjól, við ætlum að ræða hvernig við deilum búinu, svo ætlum við að ræða hvernig við höfum þetta með börnin og þeir segja bara að það verði að hafa náðst fullnægjandi árangur af því áður en hitt verði opnað. En græðir Evrópusambandið eitthvað á því að vera of hart í þessum samningaviðræðum? Og Evrópusambandið held ég hafi engan áhuga að vera of hart. Ég held að Evrópusambandið hafa alltaf verið tilbúið í einhvers konar lausn svipaða þeirri og Ísland og Noregur hafa eða Sviss sem er með tvíhliða samning ákveðin svið við Evrópusambandið en aftur greiðir ákveðið gjald fyrir það og lítur reyndar eftirliti Evrópusambandsins. Ég held að Evrópusambandsríkin hafa alltaf verið tilbúin í einhvern svona samkomulag við Breta en það held ég að hafa komið þeim á óvart að Bretar stillið ekki þannig upp að þeir sækist eftir því og síðan er það líka þannig þegar þú situr svona í 9 mánuði inn í herbergi og sannfæri sjálfan þig ágæti þíns eigin málstaðar að ýmislegt sem hljómar vel þegar að þú færið aldrei feedback á það frá einhverjum öðrum það hljómar ekkit rosa vel þegar þú skrifar það alveg eins og núna í bréfinu hennar þegar hún hótaði að það er ekki samstarf öryggismál og það var allt vitlaust og hún er eiginlega búin að draga það tilbaka og beðast afsökunar á því. Já, ekki öryggismál þá við Evrópu á þessum viðsjárveru tímum. En við erum að fara í nær því sem heitir hart Brexit. Er það ekki? Jú, þeir mun alveg örugglega vilja fara út af innri markaðnum og eina sem ég held að verði þessum stærstu óvissuþættirnir verða þá hversu með hvaða hætti þeir semjum aðgang að einstökum geirum. Það sem maður sá fyrir sér að það eru rosa klofnir. Það er mjög athyglisvert að sjá umræðu í Bretlandi núna, það er mikill klofningur og tókstreita og ég held að til dæmis af því að þetta var svo mjótt á mununum og til þess að ungt fólk vildi alls ekki fara út og greiddi atkvæði með aðild í miklu meiri hluta að þá hefði maður alveg séð fyrir sér einhver svona svissnesk lausn svona kannski ekki að fara í EES en einhver svona svissnesk lausn hefði verið til þess fallin að sætta þjóðina eða svona sameina svona þorra þjóðarinnar. Það virðist ekki vera upp á borði og við vitum og lítið hvað tekur við. Það verður eftir 2 ár. Það verður settur það sem heitir Great Repeal Bill. Það kemur sem sagt gríðarleg löggjöf. Það sem öll gildandi Evrópulöggjöf verður lögfest í bresk lög. Og síðan bætast við á að minnstakosti 7 sviðum, þar á meðal í sjávarútvegi, nýjar reglur. Engin veit hvað þetta er að vera í þeim reglum. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki, sérstaklega í bolfiskútflutningi, eiga alveg gríðarlega mikið undir hindrunarlausum aðgangi að Evrópumarkaði og að Bretlandsmarkaði og sum þeirra skipa upp í Bretlandi og aka síðan vörunni yfir til Evrópu. Það sem er alveg, sko,
við skulum ekkert blekkja okkur með því að ef Bretar ná ekki að semja við Evrópusambandið gagnkvæma viðurkenningu þá felast í þessu vandræði fyrir okkur því að þú býrð ekki til ný ráðuneyti með nýjum embættismönnum og nýjum völdum öðruvísin að þau völd verði notuð með einhverjum hætti menn munu setja einhverjar nýjar kröfur og það munu koma upp einhver brúneggjarmál hjá þeim og eitthvað og þá verður press á þeirra stjórnmálamenn að bregðast við og þeir munu koma með nýjar reglur sem eru öðruvísi en Evrópureglurnar og svo framvegis og við þurfum að fara að semja við þá okkar viðskipti við þá Besta von okkar væri auðvitað svo ef að það er samið gagnkvæma viðurkenningu áfram en með orðræðuna sem ríkisstjórnin hefur notað í Bretlandi þá held ég að hún muni eiga erfitt með að koma tilbaka með samning sem felst í því að Bretar muni ófyrirsjáanlega framtíð virða markaðsreglur Evrópusambandsins í grein eins og sjávarútvegi og skuldbinda sig til þess að viðurkenna alltaf það sem frá Evrópusambandinu komi og lúta sameiginlegu eftirliti. En sko svo innflytjendamálin einhvern veginn orðin aðalmálið í þessu í sko bresku fjölmiðlum og það er alltaf að tala innflytjendamál og þá eru menn farin að hafa áhyggjur af því að ef við missum allt þetta vinnuafl, evrópska vinnuafl, þá til dæmis bara hrynur velferðarþjónustan í Bretlandi. Hún er bara rekin á fólki. Við ekki mynda okkur hvernig það væri fyrir Íslandi ef allir útlendingarnir færu hérna úr á spítalunum af velferðarþjónustunni. Men það myndi allt hrynja. Já, þetta er mjög gott dæmi hvernig fer þegar stjórnmálamenn ákveða að kenna Evrópusambandinu með eitthvað sem Evrópusambandið ræður ekki yfir. Evrópusambandið hefur ekkert það að segja hvort breskt efnahagslíf er háð erlendu vinnuafli eða ekki. Það er ákvörðun innanlands ákvörðun í Bretlandi að byggja efnahagslífið þannig að þeir þurfi á mörg 100.000 útlendingum á ári að halda. Þeir eru íbúar annar Evrópusambandsríkja er bara helmingurinn af þeim sem eru að koma á hverju ári. Þannig að þarna er búið að búa til sko ótta og sem mjög skiljanlegur og það er áhyggjur af innflytjendamálum en menn ekki að útfæra það með nokkrum hætti að sko hvað ætla þeir þá að gera það er alveg rétt hjá þér, velferðarþjónustan er uppnámi. Svo er annað, Barnier samningamaður Evrópusambandsins sem er mjög hæfur og flottur maður og ég þekki ágætlega, hann sagði daginn við Breta, sko, ég er ekkert á móti því að þið farið í hard Brexit, en það þarf að útfæra ýmsa hluti. Hvernig ætlið þið að hætta að vera hluti af innra upplýsingakerfinu sem tryggir að 12.000 trukkar á dag fara hindrunarlaust í gegnum göngin þegar þeir eru farnir út úr Evrópusambandinu. Hvernig á það að gerast? Og hvað þolir breskt efnahagslíf mikla töf? Og hvað má hún vera 5 mínútur, 10 mínútur, 15? Og hvernig á að útfæra þetta? Og það er allar þessar stóru spurningar sem eru óútfærðar en þetta verður mjög flókið viðfangsefni á næstu 2 árum. Þakka þér fyrir Árni Páll. Við fáum hingað Dag Eggertsson í settið. Dagur, sæll, við ætlum að tala húsnæðismálin og hérna í Reykjavík og uppbyggingu í Reykjavík. Ég verð að spyrja þig fyrst samt að þessu máli sem hefur verið í fjölmiðlum og á netinu. Og það er lóðasamningur á Gelgjutanga við í Vogabyggð og það er umdeilt núna, þar er meðal þeirra sem er samið við er Ólafur Ólafsson. Og nú er hann í fjölmiðlum mikið, fréttum, vegna mála, einhvers konar misferðlis og maður finnur mikla óánægju með þetta og meira segir sko samstarfsflokkum Píratanna, það er mikil hávær umræða það hvort að það sé þetta rifta samningum við Ólaf. Hvað segir það? Er það hægt? Eða er það æskilegt? Já, það sem kannski hefur ekki komið nægilega skýrt fram eða ekki verið svona ljóst í umræðunni er að á öllu þessu svæði var lóðum úthlutað fyrir áratugum reyndar og þessar lóðir sem ræðir tilheyrðu olíufélaginu og eftir einhverjum leiðum komust inn í félag sem að Ólafur Ólafsson mun eiga hlut í.
það sem að gerast á öllu svæðinu, og þarna eru meirinn 100 lóðahafar, að fyrir nokkrum árum var ákveða grundvelli aðalskipulagsins að endurskipuleggja allt svæðið. Fara frá atvinnustarfsemi, sem að hluta til úr sér gengin, og breyta yfir í íbúðar hús og atvinnu, svona blandaða byggð. Og svona eftir gamla laginu, þegar skipulagið er svona breytt, að þá verður til byggingaréttur, og eftir gamla laginu þá hefðu lóðahafarnir bara fengið þann byggingarétt. En borgin hugsanlega setið eftir með allan innviðakostnaðinn á svæðinu. Og hann reiknast á þessu svæði tæplega 5 milljarðar fyrir 3 árum. Og þá var sett upp samningsmarkmið borgarinnar varðandi svæðið. Að ef við eigum að fara í það, í samvinnu við lóðahafana þarna alla, að endurskipuleggja svæðið, þá þyrfti í fyrsta lagi að búa til það sem við ákváðum að kalla innviðagjöld, til þess að borgin fengi greitt fyrir þessa grunninnviði. Í öðru lagi að þá þyrftu menn að tryggja að 20–25% af íbúðunum sem myndu vera byggð þarna yrðu leigu eða búseturéttar íbúðir. Þannig að þetta væri ekki bara svæði fyrir ríkt fólk eða fáa, heldur alla. Og í þriðja lagi að þarna væri 5% allra íbúða sem væri félagslega leiguíbúðir fyrir fátækasta hluta borgarbúa. Og þetta í þessum samningi eða hvað? Já. Sem við Ólaf? Við alla. Við alla? Já. Hvað eru margir leiguhafar? Fyrstu stóru, þeir eru yfir 100. Okay. Margir litlir. Þeir stærstur eru gamli Landsbankinn, Gámakó eða Gámafélagið og síðan lóðurnar hérna á Gelgjutanganum. Þannig og það búið að ná samningum, náðust við fyrstu lóðahafana í febrúari fyrra. En verið að hygla Ólafi með þessum samningi? Við höfum hingað til fyrst og fremst fengið gagnrýni fyrir það að vera að leggja þessi auka gjöld á að vera að takmarka ráðstöfunarrétt þeirra á íbúðunum þannig að hlutfall er að færa inn á leigumarkað og gera öllum að þarna eru líka félagslega leiguíbúðir og reyndar smá sjóður til listar og listskreitinga í opinberu rými. Þannig að spurningin í þessu máli í fyrsta lagi rétt að skipuleggja þarna á endurskipuleggja. Ég held að allir séu sammála því. Í öðru lagi þá erum við að taka svolítið róttækt skref í sögu Reykjavíkur sem hefur verið svona kannski með svona svolítið verktaka meðaða nálgun þegar kemur að skipulagsmálum. Við erum þarna að setja skýr skilyrði að einkaaðilarnir hirði ekki gróðann og samfélagi borgi innviðina, heldur borgi þeir innviðina og við erum að setja þarna mjög félagslegar áherslur og róttækar áherslur sem gerir það að allir verða að una því að það verði leiguíbúðir og félagslegar íbúðir allt. Góðu díll fyrir borgina, segirðu eða? Já, það er það. En spurningin í þessu máli sem þú ert í raun að spyrja er síðan hægt að taka út einn lóðahafa á öllu svæðinu og segja, nei, við ætlum ekki að semja við hann. Og það niðurstaða okkar lögfræðinga, það sé ekki hægt út frá þeirri jafnræðisreglu og lögum sem við erum bundin af. Já. En væri það æskilegt að gera það? Siðferðislega æskilegt? Það er síðan bara þörf umræðin. Þá þarf annarkvort dóm þar sem að lóðin er þá tekin af viðkomandi á einhverjum grundvelli eða lög sem heimil okkur að leggja slík sjónarmið til grundvallar þegar við erum að endurskipuleggja heilt svæði. Reglum borgarna einhver reglum að megi ekki það með ekki semja við menn sem hafa hlotið svikadóm eða ekki kaupa af mönnum. Já, opinber innkaup að mörgu leyti þróaðir. Það er innkaup. Já, opinber innkaup eru með sérstakan lagaramma og þar er okkur heimilt að setja leggja ýmislegt annað til grundvallar en þegar við erum að fjalla eigur fólks í gegnum skipulagsvald og endurnýjun lóðaleigusamninga þá er ramminn stífari frá löggjafans hálfu. Annað, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, segir daginn að borgin verði að girða sig í brók í húsnæðismálum. Já. Girða sig í brók, það þýðir að hún hafi ekki staðið sig, það er sem sagt liggur í þeim orðum. Já, mér finnst þetta nú frekar ódýrt hjá forsætisráðherra, ég verð að segja það. Hann er nýfarinn af stað með ríkisstjórn sem gleymdi húsnæðismálunum í stjórnarsáttmálunum sínum. Við höfum meirihlutann í Reykjavík og ég í mínu starfi sem borgarstjóri ekki verið með áherslu á neitt mál
umfram húsnæðismálin. Öll þau ár sem við höfum setið, við erum að fara að kynna í borgarstjórn á þriðjudag, samantekt allt sem við erum að gera. Þetta plagg sem var kemist á þriðjudag, húsnæði í Reykjavík stað og aðgerðir og hér eru ýmiss konar, já, ég meni það fólk þarf náttúrulega bara að fara að skoða þetta sjálf, þetta er mjög forvitnilegt hérna að sjá þetta. Því að það sem er búið að gera er að það er orðna byggingarhæfar lóðir og verkefni í uppbyggingu sem losa kringum 2500. Við erum komin í gegnum skipulag, með staðfest skipulag fyrir annað eins og það er svo mikið að tölum ekki satt á ferðinni. Býtu, hvað þýðir þetta? Bjarnir og Garðabæ, heildarfjöldi íbúða í Garðabæ er 5300. Við erum sér tilbúin með í skipulagi 1 Garðabæ. Til viðbótar erum við með 4000 íbúðir sem er í formlegu skipulagsferli. Frá 2015 til 2020 sjáum við fyrir okkur að 7000 íbúðir að minnstakosti fari í uppbyggingu hér í Reykjavík. Það er eins og Garðabær og Seltjarnarnes til samans. Það jafngildir einu stærsta sveitarfélagi landsins. En þetta er ekki bara einhver eintegunda íbúðum. Við erum í þessari stefnu og þessum aðgerðum með sérstaka áherslu á samvinnu við uppbyggingaraðila sem eru ekki að byggja upp í hagnaðarskyni. Við einfaldlega segjum að markaðurinn mun ekki leysa þetta, allavega ekki fyrir alla. Og þess vegna er borgin að stíga mjög sterkt fram með stúdentum, með þeim sem eru að byggja fyrir eldri borgara, með þeim sem eru að byggja búseturéttar íbúðir, með verkalýðshreyfingunni, með 1000 íbúðir þar og félagslegar íbúðir, við erum að fjölga þeim verulega, við erum að byggja líka búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Við erum í raun eina sveitarfélagið sem er með áætlanir fyrir stúdenta, er með áætlanir fyrir svona stórtæka uppbygging. Þessi uppbygging, maður getur náttúrulega séð í þessu, mikið af þessu er sko þétting og þið náttúrulega leggja mikla áherslu á þéttingar. Er í þessu ástandi sem núna er ekki bara, þarf ekki að gera eitthvað meira en að þétta, þarf ekki að byggja ný hverfi, nú er þetta verið að leggja til að, minnihlutin er að leggja til að fara að byggja á Geldinganesi. Þessi uppbygging er á við heilt sveitafélag til 2020. Við erum að byggja jafngildi nýs hverfis nema við erum að dreifa reitunum þannig að þeir auki lífsgæðin, að þeir drægjur umferðinni, að skólamálin gangi upp, að umhverfið verði betra, að það leiði minni mengun af þessu. Við erum að vinna á grundvelli aðalskipulags sem er búið að taka alla þessa þætti og reikna út bestu leiðir til þess að þróa Reykjavík. Því að ef við myndum halda áfram að þróa hana svona út á við, þá myndum við falli sömu gildur og svo margar borgir og við erum sannarlega í að umferðarverkfræði 7. áratugarins er að sprengja Miklubrautina, er að sprengja Kringlumýrarbrautina. Við verðum að koma fólki fyrir þar sem er styttra í vinnu, þar sem eru fjölbreyttari ferðamátar vegna þess að umferðin gengur ekki upp samkvæmt gamla planinu. En þéttingin er samt, það er einhvern veginn, bara svo maður segi, beintu, það gengur einhvern veginn erfilega að selja fólkjana, að hún sé réttar en að byggja til dæmis bara nógu mikið í Úlfarsfelli, byggja nýtt Breiðholt. Fólk er ekki, það er mikið mótstaða gegn þessu. Ég held að sé líka vegna þess að fólk átt að sjá því ef við myndum setja allar þessar lóðir bara út á markaðinn og lögmál markaðarins myndi ráða uppbyggingaraðilarnir reyna að fá sem hæst verð ekki satt. Þau prófuðu þetta í Hafnarfirði, settu 2 lóðir í upphafi kjörtímabilsins út á góðum kjörum og voru síðan mjög undrandi að hærri fermetraverð höfðu ekki sést. Forseti bæjarstjórnar sagði nýlega frá þessu í viðtali á Hringbraut. Málið er nefnilega það þarf að vera með félagslegar og svolítið róttækar áherslur með við sögu Reykjavíkur í húsnæðismálunum til þess að verði til húsnæði fyrir alla. Þess vegna erum við að vinna með þessum uppbyggingafélögum sem er ekki reikin í hagnaðarskyni. Þess vegna erum við að byggja félagslegar íbúðir en ekki bara... En húsnæðisverðið er náttúrulega brjálæðislegt orðið hérna á köfnum í Reykjavík og það er náttúrulega kannski lóðaskorturinn ein ástæða þess, er það ekki? Það sem er að gerast er þrennt. Í fyrsta lagi er uppsöfnuð þörf vegna þess að var eiginlega ekkert byggt eftir hrun og bankarnir héldu rosalega lengi að sér höndunum við að lána í ný verkefni. Við vorum farin að tala um það 2011 og 2012 að það væri aukin eftirspurn eftir litlum og meðalstórum íbúðum en það fór ekki að koma veruleg lán í þetta fyrir að
markaðsverðið varð hærra en byggingarkostnaður. Númer 2, ferðaþjónustan og íbúðagistingin. Airbnb, það þarf að taka á því og við erum að gera það líka í áætluninu með sérstökum reglum. Þarf ekki að herða reglurnar mikið með Airbnb, til dæmis þegar þetta er orðið, ég myndi bara að segja brask, þegar menn eru fannir að kaupa íbúður út allt og fjöldi íbúða og maður var við þetta allt í bínum við eigum að gera skýran greinarmun á því að venjulegt fólk sé að leigja út frá sér í takmarkaðan tíma, í lögunum er núna að tala um 90 daga og þess að íbúðir séu algjörlega teknar og umferð. Reglurnar eru núna loksins komnar áramótin, en við vorum þegar búin að sjá þetta fyrir í aðalskipulaginu, þannig að þar er allt annað en þessi skammtímalega fólk sem er að leigja út frá sér, bannað í íbúðahverfum. Bannað í íbúðahverfum? Já, það sem þarf hins vegar, nema sérstaklega skilgjöndum aðalgötum, það sem þarf hins vegar er miklu betra eftirlit. Til þess að þetta virki. En hver á að hafa þetta eftirlit? Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á að hafa það, er farin að ráða fólk, er komið með sektarheimildir og hefur heitið því að fylgja þessu fast eftir á þessu ári. En svo er náttúrulega annað sem kemur inn á þann húsnæðismarkað, það er þetta tímabundna vinnuafl sem er að koma hérna, innflytjendur, og þetta er náttúrulega, þeir eru að koma hérna í þúsundartali og það er náttúrulega, þetta fólk þarf húsnæði. Það þarf húsnæði og þessi hópur er eftirspurn sem getur líka horfið hratt. Ef það verður samdráttur, við sáum það eftir hrun og þetta er hópurinn sem hefur verið að fylla núna húsnæðismarkaðinn í klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, til dæmis í Reykjanesbæ, þar sem var ennþá laust húsnæði fyrir ekki svo löngu síðan. Þannig að við þurfum að taka allt þetta með í myndina, þess vegna erum við að uppfæra okkar þarfagreiningar og spár og áætlanir hvað þurfa að byggja í Reykjavík, ekki 700-800 íbúðir að meðaltali ári, heldur 1250. Það þurfa önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu líka að gera, en líka aðrir, og það þarf að tryggja fjármögnun á þessu. Ríkið, talandi að gera sig í brók, við erum búin að bíða í 4 ár eftir að ríkið leggi fram lóðir sem eru til á besta stað í bænum fyrir 800 íbúðir. Einu óbyggðu óskipulegu lóðurnar í Reykjavík er í eigu ríkisins. Hvaða lóður eru það? Það er landhelgisgæslureitur við Ánanaust, það er stýrimannaskólareiturinn, það er veðurstofuhæðin við Öskjuhlíð, það er reiturinn í kringu Listaháskólann í Laugarnesi. Frábæra lóðir, og ég segi bara við Bjarna Benediktsson, fjármálaráðherra og aðrir í þessari ágætu ríkisstjórn, sem er núna búin að segja þær alltaf að fara í húsnæðismálin. Okkur förum við ekki saman í það að þróa þessa reiti sérstaklega með ungt fólk í huga, leiguíbúðir fyrir stúdenta, en líka ódýrar íbúðir fyrir fyrstu kaupendur. Við erum til, þarna er þá hægt að bæta 800 íbúðum hratt við þær áætlanir sem að þarna eru og í öðru lagi þurfum við að hækka húsnæðisbætur til sérstaklega öryrkja og bótaþega sem fóru illa út úr lagabreytingunum áramótin, og í þriðja lagi þá eigum við að skoða endurreist kaupleigukerfisins til að fjölga enn valkostunum, öruggt húsnæði, svo ræður eftir 5 ár hvort þú haldir áfram að leigja eða kaupa. Dagur, þessi þáttur er búinn hjá mér í dag. Við verum hér að viku liðinni, eða réttar sagt það verður Fanney Birna sem verður með ykkur þá. Takk fyrir að horfa.